Í Reykjanesbæ starfar fjarskiptafyrirtæki í eigu 3 heimamanna og fagnar aldarfjórðungsafmæli á árinu. Þetta fyrirtækið Kapalvæðing, en það hefur sinnt sjónvarpsþjónustu til bæjarbúa í gegnum Kapal sem fyrirtæki hefur lagt 80% Reykjanesbæjar. Í næstu viku segjum við ykkur frá því hvað fyrirtækið að fást við í dag, en í þessum þætti fengum við Erling Bjarnason til að segja okkur frá upphafsárunum og áhrifum Kana sjónvarpsins í Keflavík og Njarðvík. Já, Erlingur, 25 ára í rekstri í Reykjanesbæ og Suðurnesjum, það þykir nú gott í fyrirtækjarekstri í dag að ná því. Já. Hvað geturðu sagt okkur Kapalvæðingu í 25 ár? Kapalvæðing byrjaði náttúrulega sem svona, eins og þessi kapalkerfi og þróaðist út frá náttúrulega þegar Kaninn lokaði rásum sínu. Þetta bæjarfélag, Keflavík Njarðvík, var náttúrulega með Kanan hérna í gamla daga. Þá horfðu allir á Kanan og Kana sjónvarpið. This is American Forces Television, Channel 8 in Keflavik, Iceland. Þegar það lokaði þá náttúrulega voru menn ekkert sátti með það hérna á Suðurnesjum og vildu svona opna eitthvað svona kapalkerfi og það var hann Viðar Oddgeirsson heitinn sem var hjá RÚV sem stofnaði þetta fyrirtæki sem hét þá Coax og eftir það svona 94 þá kom aðrir vaskir menn inn og kaupa þetta á honum og stofnaði þá Kapalvæðingu sem búið. Já. Byrjaði Viðar að dreifa útlensku sjónvarpsefni inn á heimili í Keflavík og Njarðvík? Já, hann gerði það svona, byrjaði svona að einhverjum gerði þetta dæmi og RÚV líka. Þannig að fólk fór að hafa gaman að því að vera með þetta kapalkerfi og þetta hefur búið að þróast svolítið skemmtilega. Já, þannig að fyrirtækið byrjar ansið snemma að tengjast bara inn á heimili Keflvíkinga og Njarðvíkinga og á þessum tíma og búið að gera í öll þessi ár. Já, ég ólst nú upp við Kanan og horfði mikið á Kana sjónvarpið, þannig að ég svona saknaði þess og á þeim tíma var ég náttúrulega sko ungur og kannski var ekkert átt á mig á að Kani þegar hann fór þá voru menn svolítið svona að leita að ykkur öðru. Af því að þetta var mikil afþreying þá sko og við vorum svolítið orðnir svolítið mikið fyrir ameríkstefni. Já, hugsaður fyrir, ég náði nú að upplifa þetta líka að horfa á Kana sjónvarpið. Þetta var svo gjörólíkt þetta kemur á undan náttúrulega ríkissjónvarpinu. Já. Og þannig byrjar þetta og hérna þó nokkuð langan tíma þangað til að íslenski yfirvöld ákvað að kötta á þetta. Já, menn voru nú að leita það voru nú sendingar á milli hérna Rockville og annað og voru að leita að þessum sendingum og ná þessum bylgjum, gerðu allt til þess að ná þessu því þetta var eins og að væri bara að vera að klippa á sjónvarpi yfir höfuð hjá okkur. Því að þetta var það mikið efni sko, mikið barnaefni og svona. Þannig að þetta náttúrulega var mikið tekið frá okkur, Suðurnesjamönnum sko, að okkur fannst sko. Fjarskiptafyrirtæki Kapalvæðing rekur sitt eigið dreifikerfi í Reykjanesbæ en 80% heimila í bænum hafa aðgang að tengingum fyrirtækisins sem býður upp á dreifingu á sjónvarpsefni og öflugt netsamband. Í síðasta þætti kynntumst við upphafinu og ástæðan þess að kapalkerfi var til í Reykjanesbæ en núna segir Erlingur Bjarnason hjá Kapalvæðingu okkur frá því sem fyrirtækið að fást við í dag í ört stækkandi bæjarfélagi. Það hefur náttúrulega verið gríðarleg breyting í þróun í sjónvarpi. Heldur betur, það er allt í HD og annað og kröfurnar líka. Fólk vill bara fá þetta allt í HD og í miklum gæðum. En hvernig ykkar þjónustöð? Nú þið það auglýsingur með net líka og annað. Er ljósleiðar, það lykilorðið í dag? Já. Það er allt í gegnum ljósleiðar? Já, við erum allt í gegnum ljósleiðar hjá okkur sko. Og erum búin að vera síðan 10 ára að leggja ljósleiðara allar Reykjanesbæ og það ef fólk að spyrja út í ljósleiðara þá erum við með það sko, líka sko. Sjáu þið að það muni stækka í framtíðinni? Já, það bara framtíðin sko, að vera með það og háhraða internet sem við erum með og við bjóðum alltaf 500 megabæta hraða á okkar tengingum sko. Það var ekki mikið internet til að kanna sjónvarpið sko? Nei, það var ekkert, það var ekki neitt, það var bara sjónvarp. Enda ólustu ekkert við internet. Ja. Hvernig finnst þér svona þetta hafa breyst með internetinu? Þá eru gríðarlega miklu möguleikar
og sjónvarp tengist netinu líka. Hvernig finnst þér þetta hafa þróast svona? Eldra fólkið að meðtaka þetta? Eða unga fólkið? Sko eldra fólki hér, það vill halda við, hrifið af kapalkerfinu og línulegri dagskrá. Já, það kann vel við það og einfalt. Það allt innbyggt í sjónvarpinu og það bara ein fjárstýring. Það finnst það mjög þægilegt. En unga kynslóðin, hún vill bara fá internet og örfá stöðvar kannski, sko, og stundum engar. Þetta orðið svo breytt, sko, þannig að þeir vilja fá kannski örfá stöðvar en internetið alveg númer 1, 2 og 3, sko, hjá svona yngri kynslóðinni, sko. En upplifirðu eitthvað þróun í því, nú ertu búin að vera lengi í þessu, eins og með unga fólki þegar það fer að stofna fjölskyldu og annað, breytist þetta eitthvað þá? Já, það sko, svona unglingar alveg frá sko 18 upp í 25 kannski, það bara að leita interneti, sko, þegar það komið fjölskyldu, þá vantar það barnaefni og annað og þá vill það fá sjónvarp. Það breytist þá, sko, þegar að koma lítil börnin á heimilið, þá vantar barnaefni og annað og eitthvað og þá fer fjölskyldan að setjast yfir sjónvarpinu saman. Þá vantar það, sko. Já, þannig að það verður kannski smá breyting á munstrinu, já, algjörlega, sko, bara unglingur í dag, hann vill bara internet, sko, og háhraða og við höfum það. En sérðu það, veist, sjónvarpi samt, það verður alltaf til, sjónvarpsefni. Já. Þannig að sjónvarpi ekki að fara, þó að fólk sé að fara að nota snjalltækin og tölvur og annað. Þá lifir sjónvarpið og þú heldur að það verði áfram ókomna tíð? Já, það breytist, það mun breytast, það náttúrulega alltaf að færast á netið og sjónvarp verður alltaf til, sko. Og fólk vill fá afþreyingu, en það verður öðru formi, það örugglega að þróast í bara að vera í app í símanum eins og annað, eins og getur orðið fengið og við ætlum að þróa það í þá átt líka, stefnum á að vera, en við verðum alltaf með okkar kúnna í kabalkefrinu okkar, sko. En nú eru þið búin að vera að leggja, hvað við að segja, góður íslensku, snúrur allan bæ, allan Reykjanesbæ. Þetta nú verið ansið mikið verk. Já, mikil vinna. Já, gríðarlega svona mikil handavinna og erfið hvernig þið tengist þessu. Já, mikil. Við fengum meðbyr hjá Reykjanesbæ á sín tíma þegar við byrjum að leggja kapalinn, eins og við köllum það þá, sko, þá fengum við leyfi til að leggja í öll hús og við getum boðið alltaf 80% af Reykjanesbæ kapalinn okkar. Geta fengið tengingu og internet og allt og háhraða internet, sko. Þannig að fólk sem kemur til leika, það getur fengið allt í sjónvarpi og internet á einu stað? Á einu stað og samdægurs, jafnvel. Af því við eigum okkar kerfi, sko, við erum ekki háður neinum. Og þjónustan, hún hefur eitthvað að segja, þú hlýtur að þekkja annað hvert húsjóra hérna? Já, ég þekki mikið hérna og ég tel okkur vera með mjög persónulega og góða þjónustu og veitum það og það stokkið til strax ef eitthvað hringt og biðið aðstoð eitthvað, þá þekkjum við marga. Ertu að fá símtöl frá eldra fólkinu sem að þú ert eiginlega bara líka beðin að koma heim og stilla? Já, maður þekkir víða marga og þekkir alveg hver tækið og hvað hún geymir fjárstýringuna líka við, sko, hún eða hann, sko, og er búin að stilla hjá mörgum, sko, og haft bara gaman að því, enda þetta svolítið gefandi líka, sko, auðvitað þarf maður ofta að hlaupa við það, en það gefandi líka, þetta minn heimabær, þannig að, sko, Reykjanesbær og þá maður eiginlega svona, hefur svolítið hjarta hér, sko, þannig að þetta mjög persónulegum nótum. En nú hefur sjónvarpið sjálft breyst mjög mikið tæknilega séð. Þetta eru þurr sjónvarp voru áður gömlu túbunnar. Og afruglararnir svokölluðu, þeir eru komin inn í þessa sem þunnu sjónvarp. Já. Hvernig gerist þetta? Móttakararnir, sko, að mögulega segja að þróunin hefur eiginlega fylgt okkur og það áður hefur voru þetta í myndlyklum, nú þetta hjá okkur inn í sjónvarpunum sem cable umhverfi og það hefur verið svona skemmtilega, svolítið gaman að svona fylgja því og auðvelt fyrir þá sem kaupa svona sjónvarp að fá sjónvarpið allt inn í einu umhverfi og halda á einni fjárstýringu. Það hefur verið mjög þægilegt. En þróunin að færast meira frá línulegri dagskrá, finnst þér
Hvernig finnur það eldra fólki ennþá að horfa á línulega dagskrá í sjónvarpi og yngra fólkið minna í línulegri? Já, yngra fólki svona að færa meira, vill frekar hafa netið og geta hort á það. Bara þegar þið sýnist? Já, það svona vútið og umhverfið svona sem hefur og það fólk vill það líka og aðrir vilja fá línulega og horfa og það bara nóg fyrir þá. Og fá bara sína stöðar og bíða bara eftir sínum þætti þegar að byrja þarna og vilja horfa bara á frumsýningu. Já, það er allur gangur á því og eldra fólki vill hafa það þannig sko. Það svona fastara í því að hafa sinn þátt klukkan 7 eða fréttir eða þannig. En þið eru að bjóða ykkar ykkar sjónvarpsrásir, þetta alveg mikill fjöldi af útlensku rásum og svo eru þið með eina svona ykkar bæjarrás. Já, lógorrás, ýmist kölluð bæjarrásin eða eitthvað annað. Já. Við erum verið að sýna Víkurréttarþættina hjá ykkur þar. Það er mikil ánægja með það líka og við höfum nýtt það og ég hef verið að svona fá myndir og annað hjá fólki og við höfum verið að sýna ljósmyndir gamlar af svæðinu. Þá er ég ekki bara að tala um Reykjanesbæ eða Garðinum Sandgerði og svona og Grindavík og annað og við höfum verið að bara sýna myndir af þessum svæðum gamlar þá. Og láta það bara rúlla. Og láta það rúlla bara og þetta eru stundum fjölskyldalbum sem að maður svona og fólk hefur haft mjög gaman að þessu. Þið eru nýfluttir hérna í aðalverslunargötu Reykjanesbæjar, Keflavíkur, að Hafnargötuna, með ykkar starfsemi. Virkilega gaman að því líka. Að koma hérna niður í miðbæ og geta boðið upp og við fengið mjög góð móttökur við því. Og það er virkilega gaman og við erum búin að sameina, vorum með lagerinn okkar annar staðar og annað þannig að við erum búin að sameinast hérna í skemmtilegt húsnæði og eins og ég segi, fengið virkilega góða móttökur.